Komiði sæl. Velkomin á kynningu Erasmus Plus náms- og þjálfunarverkefni á sviði starfsmenntunar. Ég heiti Margrét Jóhannsdóttir og verkefnisstjóri starfsmenntahluta Erasmus Plus hjá Rannís. Markmiðið með þessu myndbandi að kynna verkefnaflokkinn nám og þjálfun á sviði starfsmenntunar fyrir þeim sem eru að undirbúa umsókn í þennan verkefnaflokk. Umsóknarfresturinn í byrjun febrúar ár hvert. Á heimasíðu Erasmus Plus auglýstur umsóknarfrestur á hverju ári. Árið 2017 hann 2. febrúar og athugið að hann venjulega fyrir hádegi íslenskum tíma og árið 2017 þá rennur hann út klukkan 11 að íslenskum tíma. Við ráðleggjum ykkur því að vera tilbúin með umsóknina daginn áður en frestun rennur út því að álag á umsóknarkerfið getur verið verulegt. Landsskrifstofu heimilt að auglýsa annan umsóknarfrest að hausti. Það hefur aðeins verið gert einu sinni og því ekki ráðlegt að reikna með þessu möguleika. Á heimasíðu áætlunarinnar erasmusplus.is greinargóðar upplýsingar og leiðbeiningar og þar sækið þið líka umsóknareyðublaðið. Hér mynd af heimasíðunni þar sem tæknilega leiðbeiningar eru fyrir stofnanir og lögaðila. Ég ætla hér aðeins að staldra við þann lið sem heitir PIC-númer en hann hérna neðst á síðunni. PIC-númer númer eða stofnananúmer sem allir sem sækja Erasmus Plus verkefni verða að hafa. Til þess að skrá samstarfsaðila í umsókn þurfið þið líka að fá PIC-númer þeirra. Kannski þið flest komið með PIC-númer en þeir sem ekki eru með það þurfa að byrja á því að skrá stofnunina og fá úthlutað númeri og hér eru allar upplýsingar það hvernig það gert. Athugið að hver skóli eða stofnun hefur bara eitt PIC-númer. Hér annað dæmi af heimasíðunni. Það að segja síðuna þar sem fjallað náms- og þjálfunarverkefni á sviði starfsmenntunar. Ef þið skrollið niður þessa síðu, þá finnið þið töluvert af leiðbeiningum sem geta nýst ykkur vel við umsóknarskrifin. Hér líka umsóknareyðublaðið. Það hér. Og athugið að þegar þið sækið það, þarf að byrja á því að hægri klikka á músin og vista skjalið til að geta opnað það, en það opnað með Acrobat Reader. Í starfsmenntun hafa tveir hópar tækifæri, það eru nemendur og starfsfólk starfsmenntaskóla, stofnana og fyrirtækja. Þegar við segjum nemendur átt við nemendur starfsmenntaskóla og nema á samningi. Einnig geta útskrifaðir nemendur nýtt þetta tækifæri 1 ár eftir útskrift. Að ræða starfsnám við starfsmenntaskóla eða fyrirtæki. Og dvalartíminn allt frá 2 vikum sem lágmark og þá átt við 10 virka vinnudaga hjá móttökuaðila og allt að 1 ári að ferðadögum frátöldum. Þjálfunarferðir starfsfólks hinn flokkurinn. Þetta starfsfólk starfsmenntastofnana. Að ræða gestakennslu kennara og starfsmanna en starfsfólkið getur farið utan til að kenna í skólum, fyrirtækjum eða starfsmenntastofnunum í öðru landi. Starfsmenntaskólar geta líka sótt styrk fyrir gestakennslu sérfræðinga frá fyrirtækjum frá öðru landi. Starfsmenn geta líka farið í starfsþjálfun, starfskynningu og skipulagðar heimsóknir í starfsmenntastofnunum og skólum í Evrópu. Dvalartími ferðastarfsfólks að lágmarki 2 virkir vinnadagar hjá móttökuaðila og geta verið allt að 2 mánuðum að ferðadögum frátöldum. Það lögð afskaplega mikil áhersla á gæði í þessum verkefnum, ekki síst nemendaverkefnunum. En við hvað átt þegar við tölum gæðin? Að ræða góðan undirbúning þátttakenda, það faglegan, tungumálaundirbúning og menningarundirbúning. Einnig að ræða góða framkvæmd og samvinnu samstarfsaðila, það sendanda og móttakanda. Þeir skulu hafa undirbúið dvölina með því að gera svokallað samkomulag þjálfun, það sem heitir Training Agreement eða Mobility Agreement, þar sem skýrt hvað nemandinn skuli læra á meðan dvölinni stendur og hvað hann skuli kunna að dvöl lokinni, einnig fyrirkomulag mats. Hluti af samkomulagum þjálfun gæða viðmið þar sem skýrð hlutverk og skyldur aðila verkefnisins, það sendanda, móttakanda og þáttakanda. Í þessu sambandi vil ég einnig nefna það sem heitir ECVET eða Evrópska einingakerfi fyrir starfsmenntun. En hluti af þessu ECVET
kerfi eru verkfæri til þess að efla samstarf og gæði starfsþjálfunar þannig að þeir sem að velja að nota ECVET verkfærin, þeir eru í rauninni að sýna fram á það að þeir eru að vanda verulega gæði verkefnanna. Síðan er það stuðningur og eftirfylgni meðan á dvöl stendur og mat og viðurkenning sem er hluti af námi þátttakanda, en í nemendaverkefnum er nauðsynlegt að ferðin og dvölin sé metin sem hluti af námi nemenda. Þið finnið heilmikið gott ítarefni í Erasmus+ handbókinni. Varðandi gæði, þá er ágætt að skoða þann kafla sem er skoða kafla í Annex 1 og heitir Mobility Project for Wet Learners and Staff og er á blaðsíðu 269 til 274 í handbók ársins 2017. Einnig er gott að fara vel yfir gæðaviðmið náms- og þjálfunarferða nema í Erasmus+, en þetta finnið á heimasíðu Erasmus+ undir nytsöm skjöl og tenglar. Það eru notuð aðeins önnur viðmið þegar metin eru gæði þjálfunarferða starfsfólks, en markmið ferðar eða dvalar skulu falla að stefnumörkun og áherslum stofnunar sem sendir og styðja við stefnumótun skólans evrópskt samstarf eða European Development Plan. Þið munu sjá í umsóknareyðublaðinu að spurt er sérstaklega áform er varða evrópskt samstarf eða þetta European Development Plan. Síðan er að ræða að niðurstöður skulu vera vel kynntar og nýttar innan stofnunarinnar og þjálfunin skal vera eðlilegur hluti af starfsþróun starfsmanna. Einnig er æskilegt að þjálfunin sé viðurkennd eða staðfest með formlegum hætti. Einungis lögaðilar geta sótt í Erasmus+ og fyrir starfsmenntun er að ræða starfsmenntastofnanir, skóla og fyrirtæki sem sinna skipulagningu starfsmenntunar. Einstaklingar geta ekki sótt styrki úr Erasmus+. Nýlega er til kominn sá möguleiki að stofnanir og skólar vinni saman að einu verkefni. Þau geta þannig sótt saman náms- og þjálfunarstyrki fyrir marga smærri, til dæmis starfsmenntaskóla, stofnanir og fyrirtæki í sama landi í svokölluðu samstarfsneti eða konsortium. Umsækjandi þarf í þessu tilviki ekki að vera starfsmenntastofnun en þeir sem senda þátttakendur erlendis þurfa að sinna starfsmenntun. Hver starfsmenntastofnun, skóli eða fyrirtæki á sviði starfsmenntunar getur á sama tíma tekið þátt í fleiru en einu samstarfsneti. Gildistími verkefnanna er 1 til 2 ár og er lágmarksfjöldi samstarfsaðila 2 aðilar frá 2 löndum. Í umsóknum fyrir starfsmenntun þurfa samstarfsaðilar að vera kynntir í umsókn eða að lágmarki 1 samstarfsaðili. En samstarfsyfirlýsing er aðeins nauðsynleg með verkefnum samstarfsneta, það konsortium, þá þurfa samstarfsaðilar, það innlendir, að hafa gert með sér samning og þeir að fylgja umsókn. Sé styrkbeiðnin hærri en 60.000 evrur, skulu þeir sem ekki eru opinberir aðilar skila skjölum eða fjárhagsuppgjöri sem sýnir fram á fjárhagslegt bolmagn stofnunarinnar til þess að framkvæma verkefnið. En þá skulum við snúa okkur að styrkjunum. Hvað er styrkt? En í þessum verkefnaflokki eru styrkirnir í einingum, það er svokallaðir unit costs og þeir reiknast þannig. Styrkjaflokkarnir eru í rauninni 4. Veittur er ferðastyrkur eða travel, en hann er mishár eftir fjarlægð frá áfangastað. Notaður svokallaður distance calculator til að finna rétta fjarlægð og upphæð. Viðbótarstyrkur, svokallaður top-up, er mögulegur vegna ferða til og frá afskekktum svæðum, en athugið að það er nauðsynlegt að sækja þessa viðbót í umsókn. Þá er það einstaklingsstyrkur eða individual support, en þessi styrkupphæð tekur mið af uppihaldskostnaði í dvalarlandinu og fer eftir því hversu lengi er dvalið. Þetta er útskýrt í töflu í Erasmus+ handbókinni. Umsýslustyrkur stofnunar er veittur til þess í raun og veru að geta framkvæmt verkefnið, en þetta er föst styrkupphæð 350 evrur fyrir hvern þáttakanda til þess að standa straum af undirbúningi, þáttöku og eftirfylgni. Einnig er hægt að sækja sérstakan styrk eða stuðning vegna sérþarfa fatlaðra einstaklinga sem taka þátt í verkefnunum eða special needs support.
Hér að ræða raunkostnað vegna sérþarfa fatlaðra þátttakanda og hann greiddur að fullu, en athugið það nauðsynlegt að sækja þennan styrk í umsókninni. Það gott fyrir þá sem að skrifa umsókn að gera sér grein fyrir því hvað skiptir máli þegar umsókn skrifuð. Í Erasmus Plus handbókinni þetta útskýrt en allar umsóknir eru metnar eftir ákveðnu kerfi. Það hægt að fá alltaf 100 stig fyrir verkefna umsóknina og skiptast þau í 3 flokka. Það snýr að tengingu verkefnis við stefnumið og áherslur ESB. Þessi hluti getur gefið hámarki 30 punkta. Síðan kemur að gæðum verkefnis, skipulagi og framkvæmd. Þið sjáið af því að þessi hluti getur gefið 40 punkta að hann afar mikilvægur hluti umsóknarinnar. Síðan það áhrif og dreifing niðurstaðna sem geta gefið alltaf 30 punkta. Þetta allt saman útskýrt nákvæmlega í Erasmus Plus handbókinni. Þá lokið þessari stuttu kynningu á Erasmus Plus náms- og þjálfunarverkefnum á sviði starfsmenntunar. Ég vil vekja athygli ykkur á því að á heimasíðu Erasmus Plus að finna aðra kynningu þar sem farið yfir umsóknareyðublaðið í heild sinni. Við óskum ykkur góðs gengis við umsóknarskrifin.